Já, klukkan 22 mínútur og 23 mínútur kengin í 8 og hann sesturinn hjá okkur Steinar B. Aðalbjörnsson, komdu sæll og velkomin. Takk fyrir það. Og til hamingju með nýju bókina þína. Já, við erum þetta tvö sem eru með þetta rit, það ég og Fríða Rún Þórðardóttir, næringafræðingur, hún náttúrulega búin að vera í fremstu röð í 20 ári hlaupum, þannig að það ómetalegt að hún sé að koma að þessu. Já. Við vorum að tala hlaupið náðan, 17. hlaupið. Já. Ekkert smá erfiðasta utanvega hlaup. Já, ef það þarf að borða vel fyrir eitthvað hlaup, þá lítur það að vera það. En sko, þetta lítur að vera, sko fyrst, það er ótrúlega fjölgun sem er orðið af þeim sem eru farnir að hlaupa. Já. Byrja á skokki, farnir síðan út að hlaupa og farnir að hlaupa út alla trissur. Þetta lítur að koma þeim vel. Já, ég held hann og að því þú minnist á þetta, þá eru hlaup svo rosalega góð leið til þess að komast í form. Það er náttúrulega, þetta er mjög ódýrt. Jú, skotnir kosta eitthvað smátteri eða þannig og þú getur gert þetta hvar sem er. Í raunverulega hvað veðri sem er. Já, nánast og til dæmis sem að fer til útlanda, þá þarf maður ekki að vera að leita líkamsræktastöð, maður þarf ekki að vera að leita sundlaug. Þú tekur bara með í skóna. Já, og bara rata heim aftur. Já, það er það og þú þarf það ekki eins og þú getur bara verið með GPS úr þig og leiða þig heim aftur. En þetta hlýtur þá úttengt það líka að það sé rétt samsett fæða sem sérstaklega fyrir kannski hlaupara sem eru í mikill alvöru og taka þetta í maranum þónum þess að það sé fæða sé rétt samsett og fólk sé að fá nóg orku og svo þar farum til göttunum. Jú, það reyndar líka til þess að fólk upplifi bara hlaupið eins og það á að gera og eins og við óskum eftir, það að sé velíðunar tilfinning í því, þá skiptir miklu máli á hvaða getustíði sem er að þú sinnir næringunni. Til dæmis eins og í ritun okkar Fríðu, þá talað þarna hvernig morgunin á hlaupadegi á að vera. Þá þýðir til dæmis ekki að vakna klukkutíma fyrir hlaup og úða í sig. Nei. Það er ávísun á krampa í maga og vanlíðan. Þannig að það eru leiðbeiningar inn að þú vaknar ákveðin tíma fyrr, 3 tímum fyrr og farið að borða, svo getur þú hvílst og tekið saman dótið sem þú ætlar að hlaupa í og svo framvegis. Þannig að í raun og veru skiptir næringin máli fyrir alla, hvort sem þú ert að fara þitt fyrsta 10 km hlaup eða þú ert svona hardcore hlaupar eins og í 17. hlaupinu. Já, og svo náttúrulega skiptir kannski líka máli það ekki hvort þú ert að skokka, bara þetta skemmtunar og heilsu bætandi skokk og svo líka þegar þú ætlar að taka þátt í keppni. Jú, en það má samt segja í raun og veru áherslunar hvort sem þú sérst að æfa eða keppa, það eru það sömu þegar að næringu kemur. Nú að því nú eru svo margir sem fara kannski út að hlaupa líka eftir vinnu eða fyrir vinnu og þess að það skiptir þetta líka máli það er náttúrulega bara svona styttri vegalengdir. Já. Getur við bara að fara að krampa eftir þau hlaup, kannski eftir hálftíma hlaup eða þess að Nei, þú myndir kannski ekki fá krampa í magan á svona stuttu hlaupi og sérstaklega því þú ert náttúrulega búin að vera vakandi og það eru einhver matur sem þú getur unnið með í hlaupinu en þá kemur kannski annað, það er blóðsykurinn þess að þú byrjar að hlaupa og ert með lágan blóðsykur og þá kemur það vel að notum að þú fáið kannski 1 banana áður eða hálfan banana. Hálfan banana fyrir hlaup kannski. Já, akkurat. En eftir hlaup? Já, þar er oftast næri pottu brotin en þess að fólk er svo ánægt að búið á æfingu og þá er bara bjórinn og ég veit ekki hvað og það er eiginlega allt og margir hlaupar sem að nota bjórinn til þess að drekka bjór eftir að þeir eru búin að hlaupa en alkohól er eiginlega ekki gott, bara alls ekki gott í skrokk hlauparans þegar endurheimtin á sér stað og endurheimt orku og vassbúskaps en þess að alkohól er svo rosalega vasslosandi þannig að það vinnur mjög gegn manni sem hlaupara. En þá er að gera þessi bara vel samsett máltíð ef þú kemst ekki í hana strax þá geta fæðubótarefni til þess að hámark og fleiri bananar, ávextir hjálpa þeir mjög. Til þess að ná aftur. Já, til þess að ná aftur orku og endurheimt vökva sem dæmi. Ég sé að vera að fara nefnt yfir þessi nauðsynlegu vítamín sem við þurfum að hafa og svo framvegis og líka matseðil Kárasteins. Já, hann er ótrúlegur. Já, þegar hann var að hlaupa hann eins og út í Berlín. En mér langar svo áður með sleppir og koma inn á ég vil kalla þetta mikinn sigur fyrir þig og bara mikinn sigur fyrir Íslandinga og íslenska foreldra og íslensk börn. Það eru nammibarnir. Já, þetta er eiginlega alveg ótrúlegt Segðu bara aðdragandan að þessu að nú er krónan búin að setja upp leiðbeiningar nammibarni á sér Víðir er búin að ætla að taka út sinn nammibar og svo þar hann til göttunum. Já, þetta byrjaði fyrir tæpa ári síðan þegar ég fer
af stað og hef samband við fyrirtæki, verslunarkeðjur og býðum upp á þetta samstarf. Getum við einhvern veginn aðstofað neytendur við að kaupa minna af nammi. Auðvitað náttúrulega kannski ákveðið sjónarmið í sjálfu sér að banna ekki sælgætisneyslu. Sælgæti getur alveg verið hluti af hóll og góðum mataræði. En þetta magni sem svo mikið vandamál. Og fyrirtæki tóku misvel í þetta eins og gengur gerist, en krónan reið fyrst á vaðið og ákvaða setja þetta upp hjá sér. Svo fór á stað atburðar sem að ég sá ekki fyrir. Víðir ákveður að loka bara börunum sínum og nammibarinn sem að selur bara nammi á vissum stöðum, þeir biðja líka leiðbeiningarnar og svo ringir framkvæmdastjóri í Bónus í mig gær, hefur samband og ég heyri líka í öðrum einstaklingi sem vinnur þar og þeir eru að fara að setja þetta upp hjá sér líka. Sem er náttúrulega bara ótrúlegt. Þetta er frábært. Og svo kom heilbrigðisráðherra í fréttum í gær. Talaði pókastærðin, þetta er kannski löglega bara ákveðna stærð. Þetta skiptir allt miklu máli. Það ber að rósa þessi, fyrirtækjunum fyrir þessi viðbröð. Algjörlega. Það má ekki gleyma einu hérna uppi er með frábæra stelpur, fréttakonur, Hugrún Halldórs og Karinu Kjartans og það hafa sýnt þessum heilsumálum Íslendinga gríðarlega mikla athygli og þær eru náttúrulega bara innan þessara fréttastöðar gullmóli fyrir íslenska neytendur. Já, það er það. Við erum ekki lengra í bili. Steinar Aðalbjörnsson, ég kallaði Aðalsteinsson og ætlum að vita betur. Má ég segja þetta lokum? Þessi bók verður til sölu verður til sölu í Laugum, vörklass í Laugum, afreksvörum í dag, svo í næstu viku í 3 á Söðurlandsbraut, bóksölu stúdenta við HÍ, átaki á Akureyri og Intersport á Akureyri. Þú voru komið sér líka inn í bókabúðunar. Já. Steinar, kæra þakkir. Takk fyrir mig.